Retina Risk, sem fyrirtæki í forystuhlutverki í notkun gervigreindar í heilbrigðisþjónustu, komið í samstarf við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að hefja augnskimun við augnsjúkdómum af völdum sykursýki með gervigreind. Þetta skref markar tímamót í heilbrigðisþjónustu á Íslandi, þar sem HSS tekur í notkun byltingakennda tækni til að bæta heilbrigðisþjónustu við sína sjúklinga. Já, þetta mjög skemmtilegt dæmi að nota íslenska nýsköpun í heilbrigðisþjónustu og gríðarlega þakklátur fyrir forystumenn og kollega mína hérna í Keflavík og í Reykjanesbæ að hafa þessa forystu að taka þetta í notkun. En þetta snýst það að koma í veg fyrir að sykursjúkt fólk missi sjónina. Komum veg fyrir sykursýkisblindu og við gerum það með því að fylgjast með augunum í þeim sem hafa sykursýki, mynda augnbotnana með reglulegu bili og meðhöndla þá sem þurfa á því að halda. Og við höfum þróað aðferð til að meta áhættu hvers og eins, það að segja einstaklingsbundna áhættu og hún mest út frá því hversu lengi fólk hefur haft sykursýki, hversu hár blóðsykurinn eða blóðþrýstingurinn og fleira í þeim dúr. Og þannig getum við stýrt af meiri nákvæmni til dæmis hversu oft fólk þarf að koma. Sumir kannski í mikilli áhættu og þurfa eftirlit á 3 eða 6 mánaða fresti til þess að grípa inn í tímanlega. Aðrir í lítilli áhættu og kannski alveg nóg og þeir komið annað eða 3. hvert ár. Og þetta auðvitað mikil hagræðing bæði fyrir einstaklingarna sjálfa sem þurfa þá ekki að mæta að óþörfu til læknis, sömuleiðis fyrir heilbrigðiskerfið, en fyrst og fremst þetta markvissara. Það að segja, við erum að beina heilbrigðisþjónustunni að þeim sem þurfa virkilega á henni að halda og þá að hlífa hinum við því að óþarfa þjónustu. Hverju mun þetta breyta fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og þá sem sækja þessar þjónustu hingað? Ég myndi að vonast til þess að bæði verði að þjónustan á þessu sviði, hún verði markvissari. Það að segja, hún verði betri og árangusríkari og sérstaklega fyrir þá sem eru í mikilli áhættu og eiga á hættu að tapa sjón, að þeim verði forðað frá því að þetta bæti það. Og síðan í hinn endan held ég að þeir einstaklingar með sykursýki sem eru kannski í góðri sykurstjórn og í lágri áhættu, að þeirra fyrirhöfn minnki. Þeir þurfi kannski losni við fáeinar heimsóknir á stofnunina og svo framvegis. Þannig að það verður allra hagur en með misjöfnum hætti. Og þetta jafnvel tækni sem getur gagnast fyrr í kerfinu heldur en það sem hefur verið í boði áður? Já, ég held að þessi tækni hafi mjög víða möguleika. Það sem við erum að tala ef við tölum aðeins þetta almennt, þá erum við að tala það að meta einstaklingsbundna áhættu fólks eða sjúklinga og að fólk fái síðan heilbrigðisþjónustu í samræmi við það. Við viljum að við fáum heilmikla heilbrigðisþjónustu þegar við erum í mikilli áhættu og þurfum á henni að halda, en við viljum heldur ekki vera að mæta að óþörfu í læknisskoðanir eða annars konar skoðanir ef að einstaklingsbundin áhætta okkar krefst þess ekki. Í fáum orðum og einföldum máli, hvað raunin þessi myndavél að gera? Myndavélin tekur mynd af augnbotninum. Augnbotnin sem sem sagt aftasti hluti augans, afskaplega skemmtilegur hluti. Augað jú gegnsætt. Við sjáum í gegnum það, sjáum inn í það þess vegna með berum augum. Og við sjáum þarna sjónhimnuna, við sjáum miðtaugakerfið og æðakerfið og þetta afskaplega fallegar myndir. Og í okkar tilvik erum við að meta hvort að fólk sé komið með augnskemmdir, sérstaklega augnskemmdir í sykursýki, sem eru hættulegar. Þetta ein algengasta orsök sjóntaps og blindu í heiminum. Þannig að þetta mjög mikilvæg heilbrigðisstarfsemi að leita skipulega að augnskemmdum hjá sykursjúkum og grípa þá inn í með meðferð hjá þeim sem þess þurfa. Og hverju mun þetta breyta í ykkar þjónustu? Við erum í rauninni í okkar eftirliti
með skjólstæðingum, alltaf að fylgjast með tilkomu fylgikvilla. Gallinn hefur verið sá að þegar við þurfum að athuga með fylgikvilla í uppbótnum að þá þurfum við að senda fólk annað. Allt hitt erum við að skoða hjá okkur. En núna höfum við tækifæri til þess að skoða þetta sem sagt bara þegar fólk kemur í eftirlit til okkar. Þannig að við gerum ráð fyrir því að þetta verði skilvirkara. Þá fá allir skoðun. Og þetta ný tækni sem er bara verið að innleiða núna hér í fyrsta skipti? Já, við erum pilotstofnun hér með þessa tækni í samstarfi við gott fólk og já, þannig að þetta er mjög spennandi. Það er spennandi tímar framundan. Þetta er auðvitað mjög ánægjuleg stund og mikil tímamót hér í dag að taka hér í notkun þessa tækni, Retina Risk, í samvinnu við heilbrigðisstofnunina og raunverulega mikið hrós í Hnappagard heilbrigðisstofnunarinnar sem hefur verið hér með sykursýkismóttöku mjög öfluga í allri meðferð og eftirfylgd sem er ástæðan fyrir þessari samvinnu sem verður hér, í raunverulega nýskapandi klasasamvinnu sem er virkilega ánægjulegt. Og þú sér þetta ganga víðar og jafnvel á öðrum sviðum heilbrigðisþjónustunnar? Já, ég vona við það. Þetta er nú tækni sem hefur verið notuð og er búin að sanna sig og þegar hún kemur hér inn á svona mjög faglegt svið heilbrigðisstofnunarinnar að þá ættum við að geta nýtt þetta áfram fyrir allt kerfið í heild sinni mjög hratt og ég bind vonir við það. Komið þér á óvart runni hvað þetta er orðið mikil tækni og einföld? Ég get ekki sagt að við komum mér á óvart en svona fá að sjá þetta og horfa inn í græjurnar sem eru notaðar við þetta, hugmyndafræðina á bakvið þetta og það að vera komið með gervigreindina hérna líka inn í þetta er mjög áhugavert og sko vekur manni líka vonir bara fyrir kerfið í heild á fleiri sviðum.